Góðan daginn, læknir. Já, góðan daginn, vinur. Fáðu sæti. Já, heyrðu, ég kom til að fá hana niðurstöðunar úr rannsókninni. Já, alveg rétt. Við tekum það sárt að segja þér það, en þú átti ekki nema svona klukkutíma eftir ólifaðan. Klukkutíma? Kannski hálftíma til eða frá. Trúi ekki. Það verða 1700 krónur. Já. Má ég skrifa á þessu? Nei, helst ekki. Komið sæl og blessuð. Hér erum við mætt með 8 nýja fóstbræðraþætti. Og einn nýjan fóstbróður, Þorstein Guðmundsson. Og þá spyr fólk, Steini? Hvað svona fyndið við hann? Úps, sjáðu. Heyrðu, Steini, vildirðu kannski vera svo vænn að kippa þessu í liðin fyrir okkur? Já. Við erum fóstbræður og þetta er okkar framlag. Hvað? Og þetta er eldhúsið, eins og þið sjáu, það er rúmgott og snyrtilegt. Já. Og ef þið viljið fylgja mér, þá er hérna glæsilegt anddyri og svo auðvitað barnaherbergi fyrir þá sem þurfa á því að halda bráðlega og svo salerni, nýlaðar flísa. Og svo er hér stofa, glæsileg og skemmtileg stofa, ný teppalagt og skemmtilegt. Og svo er hér svefnherbergi, það er að vísu ekki stórt, en það er alveg ótrúlegt hvað er hægt að gera með réttu litunum. Fyrirgefðu, Já. Það er gamall maður hérna í stofunni. Nei. Fyrirgefðu, það situr gamall maður hérna í horninu á stofunni. Nei. Ég sé hann. Sér þú hann ekki? Jú, auðvitað. Og við sjáum hann bæði. Já, hann. Ég var alveg búinn að gleyma honum, já. Lýst ykkur ekkert á hann, eða? Lýst okkur á hann? Já, ég meina þið voru kannski vonast eftir íbúð með gamalli konu, eða? Nei. Sko, hann fylgir með. En ég skal láta ykkur fá hann á hálfverði af því það eru þið. Við erum ekkert að leita íbúð með gömlu fólki. Nú, eru þið að leita íbúð með ungu fólki? Eru þið pervertar? Nei, við erum bara að leita íbúð fyrir okkur tvö. Nú má þá enginn koma í heimsókn. Komdu, þetta er að... Nei, allt í lagi, ég skal láta ykkur fá íbúðina með gamla manninum á 5 milljónir. Við viljum ekki gamla 4,5? Við viljum ekki gamla mannin. 3. Góða nótt, elskan. Góða nótt. Ég er þyrstur. Jæja. Hér sitjum við bara í vitanum. Já. 2 vitaverðir. 1 hérna út í óbyggðum. Já. Hvenær komst þú hingað? Í nóvember. Já. Hvað, þú varst búinn að vera í 1 mánuð þegar ég kom? Já, eitthvað svoleiðis. Já. Þú sefur uppi og ég sef niðri. Já. Maður verður að hvíla sig. Hvað eigum við nú að gera okkur til dundurs? Já, ég veit það ekki. Eigum við að spila? Nei. Ég finnst leiðilegt að spila. Hvað? Hvað finnst þér skemmtilegt að gera? Ég veit ekki. Ert þú með einhverja hugmyndir? Ég? Ó, nei. Gylfi hringdi á hann.
Hvaða Gylfi? Æs. Hann hafði heitt BG. BG? BG og Ingibjörg. Já, minnum alltaf á það. Ég á alltaf eftir að gera upp við hana Ingibjörgu. Skuldi henni pening. Ég sendi náttúrulega bara peningi með Geirmundur Valtís, hann í bænum og að fara á norður. Já. Já, ég heiti Bjarni Ara og hann sagði mér að þeir var eitthvað að bauka saman. Annars frétti maður allt í gegnum Sigrúnu Stefáns. Fréttakonuna? Já, hún hefur sín samband. Ég kynnti sinni þegar við Gulli Helga leiðum saman. Hann alveg frábær. Djöfull sló hann í gegn á Súgandafirði, maður. Hvað, Gulli Helga? Nei, Ingvar hann. Hann var með flugunýtingarnámskeið. Alveg ótrúlegur, maður. Hvað, þekkir hann? Já, hver þekkir hann? Hann hleypir nú ekki öllum að sér. Alveg, maður. Ég kynnti stráknu sem var bingóbjössi hjá honum. Hann einmitt sonur Hjörleifs Guttormssonar. Alveg frábær náungjaleg. Traustur vinur sem getur gert kraftaverk. Minnum á það að strákarnir í upplýstingu, þeir hringdu mig daginn og var að leita númerinn hans Pálma. Hvaða Pálma? Gunnars. Hann með leyninúmer eins og Eiríkur Hauksson. 5886 17 2. Hvernig veist þú það? Maður á náttúrulega ekki að vera að blara. Jóhannes Eftirherma vildi endilega láta mig hafa það. Saman í matabóði. Tjöfull láta. Já, Richard Scobie vildi endilega bjóða okkur heim og ótrúlega hvað hann ennir alltaf að hanga með Jóni Gústafs, maður, alveg ótrúlega. Þetta svona maður. Heyrðu, passaðu þig, maður! Brjálaðu, maður! Kyrðir á Bjössa bollu! Allt í lagi með þig, Bjössi minn? Já, það allt í lagi með mig, sko, en hvernig hafið þið það, strákar? Nei, ég bara spyr. Já. Spennan magnast. Já, það má segja það. Magnast hérna í sjónvarssal. Einvígi Stratskís og Kumatsov. Já. Stratskí búinn að sitja núna samfleytt í hvað? 36 klukkustundir. 36 klukkustundir, já, á þess að hreyfa mann. Hann Kumatsov greinilega eitthvað farin að ógerast. Hann greinilega djúpt hugsi. Já. Og við höfum rent yfir alla mögulega leiki, þannig að það er bara spurningin hvað Stratskí gerir í þessari stöðu. Ég nú við. Hvað eitthvað að gerast núna? Nú. Já, það greinilegt að Stratskí dáinn. Já, það fer ekki frá hjá neinum að rússneski stórmeistarinn Vladimir Stratskí látinn. Hann kemur ekki til með að tefla meira á þessu móti. Mamma mín sæt og fín, ég rúsínubollan þín. Þú ert eins og sólin sem skín, þú ert uppáhalds mamma mín. Mamma, þú ert mamma mín. Hver man ekki eftir honum Sigga litla Sörensen sem söng vinsæla lag Mamma mín árið 1972. Hvað varð hann, spyrja margir. Já, hvað varð mig, segirðu? Já, ég bílasali í dag. Ok, sjáðu hérna. Og hef rekið mína eigin bílasölu í næstum 10 ár. Og notið mikill af velgengni sem slíkur. Og maður ætti nú kannski ekki að vera að gaspra neitt. Skatturinn, þú veist. En allavega, ég hef engu gleymt. Söngurinn þá mjög mikilvægur fyrir mig og já, það má kannski segja að ég hafi sungið mig gegnum lífið. Sjáum, sko, þetta fjölskyldubílinn í ár. Við erum að leita fjölskyldubíl. Fræðin hefur frekar hjálpað mér heldur en hitt. Jú, stíguð upp í hann. Fólk náttúrulega kannast við mömmulagið og sjálfur þreytist ég aldrei á því.
Það var móðir mín sjálfur sem samdi lagið og kom mér á framfæri. Og henni á ég eiginlega alltaf þakka. Það ekki? Það líst vel á það? Jú. Já. Mamma, þú ert mamma mín, mamma, þú ert sæt og fín. Án hennar væri ég ekki það sem ég er. Bílasala Sigga litla Sörensen. Já, ég innréttaði hérna lítið stúdíó í kjallaranum hjá mér. Hérna gera hlutinir, sko. Og ég er að vinna núna að sólóplötu, svona langþráður draumur. Og ég á alltaf komin út fyrir næstu jól. Það maður er ekki alveg horfinn úr sviðsljósinu neitt. Það hlustið á þetta, þetta er lag eftir mig. Smá hughrif svona. Gjör svo vel, skan. Takk. Sigrún kona mín hefur stutt mig alveg rosalega mikið í því sem ég er að gera. Það er algjör draumur. Draumur hvers tónlistarmanns. Ég var rosalegur aðdáandi af þegar ég var lítið stelpa. Ég maður þegar ég sá hann í ugla satt á kvisti, ég bara misti andlitið og dó. Hann var svo sætur. Sigrún. Já. Komdu skan. Það sýna alltaf þína. Elskan. Hvernig líst þér á þetta? Ekki lítill lengur, ha? Mista æðislegt, Siggi, mista mjög mikið þú. En það, hvernig líst þér á þetta, Eiríkur? Ég er frá. Flott. Ég er með annað lítið, sko, líka. Já. Hérna, sko. Það er náttúrulega svona sterkari litir og allt það, sko, en þetta er svona minna, þú veist, ekki lítill lengur. Mér finnst það að vera svona stærra. Sammála. Ekki? Já. Mamma þín er sæt og fín. Og ég er úsín. Eiríkur sonur minn, hann á ekki langt að sækja hæfileikana. Og okkur fannst sniðug hugmynd hjá honum að láta hann syngja mömmulagið á þessari nýju plötu. Eða svona nýja útgáfa mömmulaginu og sem við syngjum svona dúett saman, feðgarnir. Og það var mjög skemmtilegt. Og ég svona vona svona innst inni að hann leggi fyrir sér tónlistina, strákurinn. Flott. Krakkar mínir, bara í röð hjá rennibrautinni. Ekki ryðjast. Góðan daginn. Góðan daginn. Ég ætla bara að vara þig við bekknum, hann er dálítið bilaður. Þú stendur varlega upp. Hvaða dónaskapur er þetta? Viltu drulla þér í burtu? Hvað ert þú að tala? Ég er bara að reyna að vinna mína vinnu hérna. Þú ættir nú bara að fá þig nýja vinnu. Búinn að vinna hérna í 5 ár, veit ekki betur en ég hafi staðið mig bara mjög vel. Krakkar mínir, fara í röðina. Lista stopp. Já, það lítur út fyrir það. Sigmar. Já, sæll. Sástu neglurnar á mér? Hæ? Sástu neglurnar á mér? Ég held bara ekki. Svolítið skrítnar, svona hvítar endur á þeim. Já, er það ekki bara eðlilegt? Já, mér er sagt að sé vítamínskortur. Já. Ég er með blæðandi magasár. Það var nú leiðilegt. Kasta stundum með blóði. Já. Ég heyri ekki neitt. Með svo mikinn eyrnamerg, sko. Þarf að láta pumpa úr eyrunum á mér 2 á ári. Það er eitthvað það. Ég held bara að ég sé að fá skalla. Þú heldur það? Kemur lykt af þér þegar að þú sefur í nærfötunum þínum? Nei. Hei, þú sjá hár sem vex út úr vörtu? Nei, þakka þér fyrir ómögulega.
Hringi á neðabjöllunni? Já. Ertu leiðinlegur? Já. Djöfull virkar stutt síðan maður að við vorum svona litlir pjakkar eins og hann Óli þinn. Já, segir nokkuð. Ég held samt að við höfum verið dálítið klárari heldur en krakkar í dag. Já, náttúrulega þessi tölvuspil og þegar við vorum litlir strákar, sko, þá vorum við alltaf upp fjöll og fyrnindi að leika okkur og svona, sko, heilbrigðir. En þessi krakkar í dag eru bara föstur saman sjómar, sko, þannig að heilín eða þeim stakkar ekkert, sko. Veitu, ég ætla að sýna það alveg. Óli minn! Já. Sýndu okkur smálega hvað puttanir heita. Hvað heitir þessi putti? Humarputti. En þessi putti hérna? Vísufingur. En hvað heitir þessi hérna? Þumatöng. Ekki alveg, Óli minn. Sérðu hvað ég meina? Maður var nú búinn að læra eitthvað puttan. Ég þetta var hans aldrei. Það er allt í lagi, Óli minn. Þú verður kannski búinn að læra puttan um fermingu. Ef þú leikur nógu mikið á tölvuspili. Næ. Ekki vera leiður, Óli minn. Litli krakkar eru alltaf svolítið heimskir, sko. Býtu bara þangað til þú verður fullorðinn. Þá verður þú jafn gáfaður og ég og pabbi þinn. Mjög líklegt. Nú man ég hvað þessi putti heitir. Hvað heitir hann? Fuck you. Það er samt eitt sem að krakkar í dag hafa fram yfir okkur þegar við vorum á þeirra aldri. Já. Læra ensku miklu fyrr. Já, þau með eiga það. Комедии Ютуб. Эпизоды «Подраска без краски». Да? Ольга Корпучкая, добрый день. Да? Бабки кортинички люди. Да? Да? Пульс. Да? Нет? Нет, 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 да? Барушка, мамочки. Марушка, Ольга Горбачева. Загребает Горбачевой. Глазность? Нет, нет, нет. Не Барушка. Юрий Гагарин. Свердловский не Вот это вот. Нет, нет. Что ведь знаешь? Боже. Да. Надила Коменицкий. Да. Да. Бледницкий, Ельциницкий, Борис. Да. Моментский. Да. Спутинский. Барушка, проживайте, Что ведь знаете? Ну, брось. Да. Нет. Да. Столичная низ. Раиса Горбачев. Нет. О! Да. Ночник. Загревай. Павлинский. Барушка, мужи. Нет. Русский карамба. Hei, tekur eftir dömunni sem situr fyrir aftan mig? Hún er að glápa rassinn á þér. Djöfull, ekki hún þrættur á þessum allt. Var bara klæddur úr með augunum hérna. Í alvöru talað.
Þetta er að verða óþolandi. Kvenfólk, það er alltaf að glápa mig. Og það sem er ekki best við þetta er það að það horfir ekki á mig. Þetta er bara líkama mig. Já, einmitt. Sama hér. Viltu ekki bara taka mynd okkur? Hún endist betur. Í alvöru tala, við erum manneskjur og við höfum eitthvað inn uppi þráttur útlitið, sko. Hefur þú einhvern tímann þurft að skeina þér með sokkunum þínum? Góðan daginn. Góðan daginn. Get ég aðstofað? Já, ég var að hugsa að fá gleraugu. Ég er með ein mjög fín fyrir þig. Svo. Þetta gengur nú ekki, þetta er nú eiginlega hálf fáránlegt svona. Nei, það finnst mér ekki. Þau eru mjög fín. Þetta er viðurkennd umgjörð. Já, mér líst ekki á það. Ég myndi vilja fá einhver önnur bara og geta sýnt mér. Já. Já. Hvað með þessi hérna? Já, þetta eru sömu gleraugun og þú sýndir mér áðan. Nei. Jú, þetta eru nákvæmlega sömu gleraugun og þú sýndir mér áðan. Nei. Þessi hérna eru miklu dekkri, sko. Það er að fá þau. Gerðu það? Nei, þetta er nú alveg fáránlegt, sko. Getur það verið að það sé þú sem ert fáránlegur? Hvað áttu við? Nei, mér finnst þú bara svona fullfljótur að dæma, sko. Getur verið að þú þurfir aðeins kannski að fríska upp á útlitið? Svona aðeins að loosen up, ef þú skilur hvað ég á við. Ég vil bara fá venjuleg gleraugu, ekki þessi forljótu gleraugu. Þau eru bara ljót, sko. Já, ég er bara búinn að vera í þessum gleraugnabransa í 10 ár. Hvað veit ég gleraugu? Ekki neitt. Já, þú vilt bara einhver venjuleg gleraugu, segirðu, já. Hvað segirðu þessi? Heyrðu, þetta er nú fáránlegt, sko. Þetta eru sömu gleraugun. Já, ætlarðu að fá þau? Nei. En líst vel á þau? Nei, mér líst illa á þau. Þú sérð illa? Já. Já, þá sérðu ekkert hvort þau fara þér vel eða ekki. Þú vilt kannski annan lit? Nei, ég vil ekki annan lit. Þér finnast gleraugun flott. Heyrðu, hættu þessu, maður. Hvað er að þér, maður? Hérna. Taktu þau, þú mátt fá þau ókeypis. Ókeypis? Já, hérna, taktu, gerðu það. Jæja, ókeypis yfir. Til lagi. Jæja. Hvað segir hún? Ég veit það ekki. Ég held að vilja enginn kaupa þessi gleraugu mín. Það hefur enginn smekk fyrir þessu. Þetta er allt svo ljótt og ömurlegt hjá mér. Ég veit það nú ekki, já. Það voru bara að fara ein núna rétt í þessu. Í alvöru? Það er slegist um þau. Daddy, where are we going this year for a holiday? We are going to the golden city of joy that never sleeps. Where's that? It's in Iceland. It's called Reykjavik. This is the city of joy, city of life, city of Vikings, the city of jive. If you come to our city, you'll have a good time. It's a city of Reykjavik, where all the girls are easy. If you meet a date, you spend no time or money, yet you still get laid. We have the Húsdýragarður and the Þjóðminjasafn. It's a city of Reykjavik. Yes, Daddy, I want to go to that
Hei, viltu sjá læknamistök? Oh.